Ableton Live Music Production 10 vikna námskeið þar sem farið yfir allt það helsta í heimi pródúseringar á elektrónískri tónlist. Næsta námskeið hefst 15. apríl og fer skráning fram á hljóðheimar.is. Ég byrjaði bara að gera tónlist þegar ég var mjög lítil en það eru til upptökur síðan ég var 5 ára því að þá fékk ég kassettutæki í gjöf og síðan þá eru til lög sko. Ég var ekkert múin að hlusta á kassettur svo tekkaði ég á þeim daginn og ég var mjög hissa á þetta. Það var eiginlega bara alveg eins og lögin sem ég er að gera í dag og mér segja sömu textar og allt sko. Það var fáránlegt. En áhuginn á raftónlist kviknaði þegar ég var 11 ára og Pétur frændi minn kom með hana Prodigy diskinn Fat of the Land og já, það var ekki aftur snúið þegar ég var búin að hlusta á hann. Já, uppáhalds synthesiserinn hljóðfærið er þessi. Hann er með mjög mörgum hljóðum og það er til dæmis hægt að breyta þeim alls konar. Svo getur maður sett hérna svona. Svona. Ég hef notað þennan mest þegar ég gera tónlist. Hann heitir Stóra nýbylgjan en hann heitir Yamaha Portasound PSS 780. Þetta er svo hinn sem ég nota mest út af að fyrsta lagi er hann með góðar trommur. Og alls konar svona fyrirfram ákveðna takta, swing. Til dæmis og töffaratakt. Alls konar fína takta. Síðan er hann með 99 hljóðum sem maður getur bara breytt um. Þetta er uppáhaldið mitt sko. 21. Það er mjög flott. Það er hægt ef maður gera lag, taka það upp í hana í Logic og það er hægt að lita allt sem maður gera eins og hérna. Til dæmis þetta sem maður er búinn að taka upp. Getur maður gert það gult eða rautt eða sægrænt eða hvað sem er. Og pluginar sem er hægt að setja inn í forritið eins og distortion og gítar-rig pluginar sem gera allt mjög ruglað. Svo er ýmislegt eins og einhverja svona delayar og alls konar og furðulegir effektar sem spila alltaf aftur og bak og þannig sem er mjög gaman að leika sér með að setja hljóð inn í þetta forrit, taka upp eitthvað og setja effekt. Ég myndi segja Sigríður Níelsdóttir af því að hún svona gerði fullt af tónlist sjálf og tók hann upp sjálf og gerði geisladiska og fór og seldaði í búðum og þannig. Og þá hugsaði ég, nú jæja, þetta er svona einfalt, þetta er ekkert mál. Þannig það hafði góð áhrif. Síðan þegar ég var lítil þá áttu mamma og pabbi plötur með Love and Rockets, Martin Denny, Nino Rota og Ímu Sumak. Það hefur allt blandast svona saman einhvers staðar í höfðinu eða hjartanu eða sálinu eða einhvers staðar í svona áhrifasúpu. Þetta hér er MPC og ég keypti hann út af að ég sá Sigtrygg í þessum þætti, This One. Hann var að segja, allir að fá sér MPC, það er gott fyrir byrjendur. Þannig ég sagði, ég ætla að fá mér MPC fyrir byrjendur. Hann er búinn að vera mjög fín en ég verð að segja að hann er mjög flókinn. En svo verður maður bara að vera þolinmóður við hann og hann getur gert mjög marga hluti ef maður bara skilur hvernig hann virkar. Þannig að kannski hefði ég mælt með eins og þessum hérna kannski frekar fyrir byrjendur, SP404. En fyrir byrjendur þá myndi ég kannski bara, veit ég ekki byrjandi hvað er það. En ég ætlaði samt að segja eitthvað frá þessum hér líka, ég fekk þennan bara lánaðan. Hann er sko mjög fín. Það er fínt að fá svona lánað, ef maður þekkir eins og má það. Þessi láni. Og það hann getur sko, maður er kannski búinn að gera eitthvað flott lag með flottum bassa. En maður langar að gera bassan meira svona djúsi, svona
titrandi og fara með bassann inn í hjartað á fólki. Þessi hérna getur maður nota með þessum hér. Þessi er mjög fín. Hann er Chaos Pad. Hann gerir effekt á það sem maður er að spila. Setjum til dæmis bara þetta. Mjög skemmtilegt. Svo er hérna effekt sem ég fékk lánað hjá Helga. Þessi getur látið hljóðum fara aftur á bak og gert þau dularfull. Spila hann aftur á bak, mjög fín. Þessi hér er mjög fín. Hann lætur allt gerast í echo. Sko bara setja hann á. Með þennan hér, það er mjög fínt að hafa kannski taka upp einhvern takt, setja hann á hægri rásina, setja echo á hann, taka síðan upp sama taktinn, setja hann á vinstri rásina og setja reverb á hann. Þá verður hann meira svona. Og það er hægt að gera við öll hljóð, söng, hljómborð og hvað sem er. Svo er hérna einn mixer til að geta sett öll hljómborðin í einu hér. Átalar eru góðir, en ekki nauðsynlegir. Það er hægt að vera með headphone. En þegar maður er með headphone, þá verður maður að muna að það er ekki, maður heyrir ekki alveg allan bassann. Þannig að maður fer kannski síðan og spilar tónlistin í stórum sal, þá er bassinn svo stór. Því bassinn er svona stór, hann er svo löng bylgja. Hann kemst ekkert í svona, eins og þetta herbergi sem við erum í. Það er ekki nógu stórt til að heyra bassann alveg. Þannig að það er fínt að fara stundum inn í stofu og hlusta þar. Og líka vera með eitt svona lélegt tæki til að hlusta á hvað maður er að gera út. Ekki allir sem hlusta á tónlistina eiga svona stóra dýra hátalara. Einn fín trommuheili hér. Þá setjum við bara hérna út allt. Svona. Einn hringur og 4 svona. Maður getur breytt því samt. Heyrið þetta? Nú er þetta komið hérna út allt. Svo er maður bara sett hvaða trommur sem eru. Bara sett bara út allt trommur. Lag komið. Þetta er live setið mitt eins og það er núna. Þegar ég er á tónleikum þá reyni ég að taka eins lítið og hægt er með, en samt nógu mikið til að geta verið að gera eitthvað á meðan sem leiðist ekki. Það er náttúrulega alveg hægt að taka til dæmis bara 12 ít á play og syngja. Ég gerði það fyrst sko, en þá hefur maður svo litla möguleika á að breyta lögunum eitthvað ef maður er í stuði fyrir það. Kannski langar mann að spila einhverja píanólínu öðruvísi eða bara hvað sem er sko. Þannig að núna er ég með þetta hérna tæki sem heitir SP404 sem er bæði upptökutæki og sampler og alls konar. Og lögin eru öll í því og svona taktar á mismunandi tökkum hérna. Og það eru líka, sums staðar eru einhver öskur og eitthvað svona dót. Hérna er mikrofón til að syngja í og hann fer hérna inn í hérna mixer. Ég er alltaf með minn eigin mixer með mér til að geta bara stjórnað öllu sjálf. Og mixernum fer söngurinn, mixerinn er þannig að hann er með effekt tengdan við sig sem er þessi Space Echo. Og það er hægt að, ég get bara að nota Space Echo á alla rásina sem ég vil í mixernum og ég nota hann alltaf eiginlega bara á sönginn. Síðan eru hérna þessi 2 hljómborð. Þau eru fyrir laglínur. Þau fara hérna í sérmixer þar sem að ég get svona aðeins stjórna þeim og líka bara til að mixerinn minn er svo lítill, þannig að ég er með mixer sem fer inn í mixerinn, en ég ætti kannski í framtíðinni fram að kaupa mér bara einn stærri mixer en það kostar pening. Og þetta hérna litla hljómborð, það fer í gegnum þennan Chaos Pad sem að gerir bæði mjög skemmtilega effekta en hefur líka svona 4 takka til að vera með sömpl, þannig að upptöku, þannig að til dæmis milli laga, til þess að það sé ekki þögn, þá stundum kannski spila ég bara eitthvað hérna, tek það upp og læta bara svona lúpast. Þá er svona einhver hljóð í gangi á milli laga meðan ég er kannski að kíkja á þennan settlista. Mjög mikilvægt að vera með settlista á tónleikum, svo maður gleymi ekki. Og ég er mjög gleymin, þannig að ég gleymi mjög oft lögunum og þannig á milli laga þá stundum er ég eitthvað að tala og bara svona prófa, býttu nú við hvernig var laglinnan í þessu og ég er oft búin að teikna eitthvað svona eða líma limmiða hérna með hvernig laglinnan er og lími svo hérna limmiða á hljómborðið með sömu mynd, eins og hérna er appelsínugulur þríhyrningur, það er eitt lag og svo er fjólublátt glimmer, það er annað lag. Það getur verið rosalega þægilegt þegar maður er kannski svolítið stressaður og man ekki alveg. Mér finnst mjög gott að
vera alltaf búin að spila einu sinni gegn öll lögin, bara rétt áður eða kvöldi áður eða sama dag. Það hjálpar manni bara svona að muna hvað maður er að fara að gera og vera rólegur og vita að maður kann það. Svo er líka hægt að bara setja með loka augun og spila í huganum áður en maður fer að spila. Það virkar alveg líka, ég var að læra það aðferð daginn. Það getur flýtt manni kannski 30 mínútur og vera með allar snúrurnar samanrúllaðar og búin að setja svona lítið límband utanum og hafa þetta allt í flokkum. Ég vil að hafa snúrurnar og spennubreytana og hlutina saman í einum poka ofan í tösku. Þannig að getur tekið allt upp bara og setta saman þannig. DJ Flugvél og Gameskip nafnið veit ég ekki hvaðan kemur. Það eru margir sem spyrja það, en ég get bara ekki munað hvernig mér datt það í hug. Hins vegar þá er mjög gaman af flugvélum og gameskipum vegna þess að flugvélar fljúga með mann eitthvað burt til annarra landa, uppi í loftið, maður fær öðruvísi yfirsýn yfir heiminn og geimflugar og eldflugar ennþá lengra og lengst út í geim. Þannig að þetta eru þeir hlutir sem mér þykir hvað skemmtilegastir og þannig að ég hef bara ekkert allavega hugsað að breyta nafninu neitt út frá það. Það er svín. Hundóðing.